Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinu sem við tökum upp hérna Viking Hotel eða Hótel Viking í Hafnarfirði og þátturinn búinn að vera ansi hafnfiskur á stórum hluta. Í hellinum í Hafnarfirði. Já, og þar sem við erum í vikingastemmingu á aðventunni en við erum líka alltaf að tala bækur enda sérlegir áhugamenn bækur og íslenska rithöfunda og höfum fengið eitt slíkan til okkur. Velkomin Þorgrímur. Takk fyrir kærlega. Þú ert ekkert að slá slöku við í ritmennskunni? Ég sló slöku við í fyrra, engin bók í fyrra, sem var óvanlegt. Var það ekki skrítin jól bara? Það var ofsalegt. Í sannleika sagt mjög afslöppuð og þægilegt. Það er náttúrulega alltaf pínu spennustig að vera með bækur og reyna að sinna þeim og hafa ekki tíma til þess, hvernig koma dómar út og svo framvegis. Það bara segir sig sjálft. Samkeppnin er mikil. Núna, ég sá í bókatíðindum að það eru 18 bækur að koma fyrir unglinga sem er frábært fyrir utan barnabækur. Þannig að því fleiri sem gefa sig að þessum aldurshópi þeim er bara betra fyrir þjóðina. Já. Þannig að ég vil bara leggja mína lóðir og vogaskálurnar eins ofta ég get. Ég er bara ástríður fyrir að skrifa fyrir hann aldurshóp. Stjórnaði ekki alltaf hver aldurshópurinn er. Ég bara fylgja þeim hugmyndum sem ég fæ. Og þessi bók mín Hjálp, hún fjallar aðeins eldri unglinga sem er í 10. bekk og 1. ár í menntaskóla. Ég þurfti manneski með bílprófi í söguna. Það var útskýrt ýmislegt, þannig að síðan skrifaði ég bók fyrir þennan aldurshóp 2010 sem var Þokan. Þannig að þetta er bara dásamlegt að fá að koma með nýtt barn og nýtt barn og nýtt barn og kynna það fyrir fólki. Það er bara frábært. En er þetta ekki rosalega krefjandi markhópur sem þú ert alltaf að skrifa? Jó, þetta... Þú fer ekkert auðvitað eða? Nei, ég veit að þessi hópur þarf á bókum að halda og ég náttúrulega, eins og þið vitið, vinn við að halda fyrirlestra við þennan hóp og hann er óbúslega krefjandi og mér finnst það spennandi. Þessi hópur lætur alveg í sér heyra ef hann er ekki sáttur og þessi hugmynd mín og það sem ég hef fengið, það er náttúrulega bara að falla í þennan aldurshóp og þá reyni ég ekkert að yngja persónurnar, þannig að ég bara trúr því sem ég fæ og bara fylgi því eftir, hvað sem gerist. En hvernig gengur þeir að hanga í þessum hóp? Ég minna auðvitað að úlingar þeirra að skrifa þá stundu finna þeirra að sé verið að tala niður til þeirra þegar eldri er að skrifa. Stundu finna þeir fyrir að þeir eldri sé einhvern veginn að reyna að koma sér inn í þeirra hugarheim og takist það ekki alveg. Hvernig gengur þeir að halda þeir inn í þessum heim? Ég er svo barnalegur. Það er bara, ég er svo heppinn að geta varveitt barni í sjálfum mér. Svo á ég krakka sem eru 14, 18, 22, þannig ég er á bara góðu stað hvað það varðar. Fylgist vel með þeim? Já, og svo er ég heldur ekkert að eldast við. Ég er ekkert að eldast við einhverja tískustrauma í fatnaði eða fyrirmyndum, þannig að þessar bækur sem ég hef skrifað, eins og kennarar segja, eru tímalausar. Þannig að mér finnst það skipta gríðarlega miklu máli og ég er löngu hættur að reyna að vera með eitthvað svona boðskap í bókum eins og ég var upphaflega með, þú skalt ekki þetta, en hins vegar má alveg lesa á milli lína oft hjá mér, en ég er ekkert eins og að krakkandi fatta það, en sálinn þeirra fattar það, einhvern tíma seinna. Þannig að ég gæti þess alltaf að tala aldrei niður til neins, hvorki í orðinni í ritun. Ég held að mér að tekist það vel. En hvað, segja okkur aðeins bara söguþráðurinn? Í stuttu máli fjallar þessi saga krakka frá Egilsstöðum og ég varð að hafa það þaðan vegna þess að mér vantaði Jökulsá sem gleypir bíl svona og bílinn finnst ekki að hann færi ofan í. Og mér var bent á það frá manni á Húsavík sem ég átti að þakka fyrir og senda bók að hann valdi þessa á fyrir mig vegna þess að sagan fjallar í rauninni krakka sem þeim er rænt við Jökulsá á brú af erlendu glæpagengi, 5 ungmenni. Bílkrakkana er ekið utan í vegahandriðið sí og æ og látið lítið út fyrir bílslys. Svo er bílnum ekið ofan í ána. Hins vegar eru krakkarnir, það er ekið með krakkan á Vestfirði og þeim er haldið föngnum í gamla Reykjanesskóla við Ísafjarðardjúp. En þegar foreldrar vaknandi vitundur það að krakkarnir eru horfnir, þá sjá þeir ummerki eftir bílinn, þannig að það er allir alltaf að leita við ána. Það er halda allir að krakkarnir hafi farist við ána og það er björgunarsveitin lögðastað, en bókin fjallar hins vegar að krakkarnir er að flýja þessa mannræningja fyrir vestan. Og ég er að taka á viðfangsefni sem er ekki verið tekið á hérna heima áður fyrir unglinga. Ég get ekki sagt hvað það er, það tekið spennuna úr, en krakkarnir átta sig í rólegheitum á því þeir verða að taka blóðprúfur af þeim, hvað er framundan. Ég get þér ekki sagt meir. Mér sýnist þið sjá hvað það er. Varst að lesa. Þannig að og ég var svo ánægður með til dæmis ritstjóran minn, sem náttúrulega, maður fer oft gagnrýni fyrirfram. Ég var svo ánægður með Sigþrúði Gunnarsdóttir og hún bara sagði ég bara gæti ekki fara að sofa, ég þurfti að klára bókina og
bara til hamingju með þétta og flotta spennu sem heldur manni alveg við efnið og fullt af óvæntum hlutum. Þannig að það þessi skiptir máli. En þetta ekki eina bóki sem þú ert með hérna hjá okkur í dag? Nei, nú og nýja komu óvænt upp á yfirborðið hjá mér af því að Lína Rut Vilberg, myndlistarkona, hefur verið með fígúrur í mörg ár sem hún hefur verið að skapa, bæði selt sem, já bara bæði teikningar og sem fígúrur og hún hafði samband við mig og hana langaði til að fá sögu í kringum nokkra myndir og auðvitað er frekar óvanlegt að rithöfundur skrifi sögur þegar myndirnar eru tilbúnar. Yfirleitt það hinsegin og þannig sérst nú og nýja, hún hérna, þetta eru svona fígúrur sem eru nú nýjungagerð, nei afsakið, nú lifir í núinu. Já. Og nýja svona típa sem óánægð með sjálfa sig og alltaf að leita út fyrir sjálfa sig, klæða sig í ný föt. Þannig að ég bjó í rauninni bara til sögu út frá myndum Línu Rutar. Mjög skemmtileg tilraun. Og það verður væntanlega eitthvað framhald á þessu samstarfi þannig að ég bað hana má ég skrifa söguna næst og síðan myndskreitur. Þannig að þetta var dálítið krefjandi að fylgja myndum. En þessar myndir eru náttúrulega æðislegar. Já, Lína Rut bara svo æðisleg og skemmtilegar myndir og auðvitað bjóin til nokkrar nýjar myndir undir lokina því að sem rithöfundur þurfti ég náttúrulega ákveðin sögu, þráð og endi og allar myndirna voru ekki þeim anda þannig að hún bjóð til nokkrar nýjar myndir fyrir mig til þess að sagan gengi upp. En það lítur að vera skemmtilegt samstarf að vinna með þessum hætti. Þetta er alltaf krefjandi líka fyrir okkur bæði vegna þess að hún náttúrulega myndlistarkona, ég rithöfundur, maður fer sína leiðir og hún fer sína leiðir, svo þurfum við einhvern veginn að fara að skarast og koma með tvær hugmyndir saman þannig að þetta er pínu áreistrar en samt skemmtilegt, alltaf bara þroskandi. Sagan þessi sami fantasíuheimur og hún lifir í? Í rauninni, já. Þetta fjallar töfraeyju í stuttumáli og pínu barátt vatn. Það kemur sjóræningi sem vill ræna vatni frá eyjunni því að regnhlífin hans sem hann býr í, það rignir ekki þar að því að skýin eru svo hrædd við hann. Þannig hann að krækja í ský frá góða fólkinu og draga þau yfir regnhlífin svo hann fái líka vatn og pínu barátt þar. Það ekki svoleiðis fólk bara. Þetta er rosalega falleg bók. Já, rosalega falleg og eiguleg og gaman að hafa fengið að taka þátt í þessu. Þetta er náttúrulega svona leikskólabók, kannski líka fyrir 6-7 ára aðeins eldri. Bara virkilega gaman. En framöndan fyrirlestrar hjá þér áfram og... Já, fyrirlestrar bara í alla vetur og mér er svo leiðilt að ég fá ekki oftar að vera rithöfundur. Ég næ valla að fara í skóla að kynna bækurnar bara út af vinnunni en það er samt skemmtilegt. Ég var reyndar á Akureyri, náði að lesa fyrir alla nemendur á Akureyri 8.–10. bekk. Og mánudag og þriðjudag, þannig að það var bara... Upp úr þessar hérna? Upp úr þessar, já. Þannig ég átti erindi í norður og ég bara framlengdi 2 daga til að fá að hitta krakka frá Akureyri sem alltaf svo þakkláttir þegar maður kemur. Dásamlegt. Yndislegt, gaman að fá þig. Já, sömuleiðis takk. Með 2 bækur í ára og enga í fyrra, þannig að þú færði þetta 2000 bækur. Væntanlega engin 2015, ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Hver veit. Takk fyrir komuna. Við áttum eftir að fara í Hafnarfjarðartenginguna. Ég bjó hérna hjá, ég man ekki hvað ár. Ég flutti hingað frá Ólafsvík, bjó hér með foreldrunum mínu 3 ár, Álfarskeið 86, fljótur í burtu. Nei, ekki góður. Eftir viðtala áðan, jöfnum við þetta. Já, vantaði eitt svona. Takk ég lega að gangi vel í jólabókaflóðinu. Takk fyrir það. Og við höldum áfram eftir augnablik.